Góðan daginn og velkomin í dag. Feliz Sabato. Gaman að sjá okkur. Við skulum byrja því að hafa smá bæn. Kæri faðir, mér langar að biðja að vera með okkur í dag og hjálpa okkur að skilja þitt orð. Blessaðu okkur og vaka yfir okkur í Jesú nafni. Amen. Nú skulum við byrja því að syngja sálminn númer 376, Ó þá náð að eiga Jesú, 376. Það gott að eiga Jesú í hjarta okkar. Og við ætlum að halda áfram að syngja og nú syngjum við númer 413, Einn og alla, Kristur kallar. Hann kallar okkur öll að koma til sín og kjósum í dag hverjum við viljum þjóna Jesú. Thank
Já, það er gott að syngja. Við skulum ritningaversi sem ræðumaðurinn hefur valið og er í Jesaja 58 og við skulum rísa úr sætum á meðan. Kafli 58 og vers 13. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar og annast ekki störf þín né talar hégómaorð. Allir sem treysta sér til mega krjúpa til bænar. Kæri Faðir á himnum, ég bið að vera með ykkur í dag. Blessaðu kirkjuna, blessaðu starfið, blessaðu ræðumanninn og alla þá sem eru að taka þátt. Vilt þú vera með bænabókinni? Það eru margar bænir í bænabókinni. Ég bið að blessa þá sem eru það skrifaðir og alla þá sem komust ekki til okkar í dag. Alla þá sem eru á leiðinni, eru veikir, sorgmættir, einmanna. Blessaðu þetta starf hjá okkur og í dag alla þá sem eru að hugsa til þín. Viltu hjálpa okkur að fá góðan leiðtoga fyrir landið og þjóð. Verði þinn vilji í einu og öllu, elsku Faðir, í Jesú nafni. Amen. Og við ætlum að halda áfram að syngja og nú ætlum við að syngja 343, Ég elska þig, Jesú. Við elskum öll Jesú.
Við skulum taka upp gjafir. Kæri Faðir, ég bið að blessa þessar gjafir og margfalda þær. Þær megi vera þér til dýrðar, blessaði gefendur og starfi hér allt. Í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakkar. Strákar, það eru börn hérna. Vil ég koma hérna fremst? Eigum við að syngja fyrir okkur? Já, við skulum byrja því að syngja, en þið megið koma upp á meðan. Að Jesús elskar stór og smá. Og svo líka að Jesús elskar oss öll. Komið Saga, já, hún geta. Ég ætla að sjá hvort með tekst að nota þetta. Mér langar að sýna ykkur smá myndir á eftir. Góðan daginn, krakkar. Og gleðileg jól. Nei, hann eigum ekki að segja gleðilegan hvíldardag frekar. Feliz sábado. Mér langar að segja ykkur sögu. Quiero contarles una historia Týndan
týnda borg de una ciudad perdida og gleymdan konung. y un ciego, un rey ciego. Það sjá hvort þið getið skipt glæru. Já, hérna. A ver, Hafið þið séð svona flotta borg áður? ¿han visto esta ciudad antes? Vitið hvaða borg þetta á að vera? ¿Saben qué ciudad es? Þetta Babylónia. Es Babilonia. Og í Biblían segir okkur frá konungi Y la Biblia nos cuenta de un rey sem heitir Nebukadnesar. que se llama Nabucodonosor. Og það er talað hann í Biblíunni, já. Y la Biblia habla de él. Og hann lét byggja þessa borg. Y él construyó esta Eða ciudad. stóran hluta af henni. Bueno, la mayoría de ella. En svo voru menn ekki alveg vissir. Pero luego habían personas que no estaban tan seguros, Menn mundi ekki alveg hvar borgin var. no se acordaban dónde estaba la ciudad. Og það var ekki talað Nebukadnesar mikið einhvers staðar fyrir utan Biblíuna. Y nadie hablaba de Nabucodonosor solamente en la Biblia. En munið að Nebukadnesar, hann varð vinur hans Daniels. Pero acuérdense que Nabucodonosor era amigo de Daniel. Og svo voru menn að segja, já, kannski bara Biblían ekki segja satt. Entonces había gente que decía, bueno, creemos que la Biblia no está diciendo la verdad. Við finnum ekkert hennan Nebukadnesar. No vemos nada de Nabucodonosor Hann hafi verið upp á tíma Daniels. y que existía en el tiempo de Daniel. Eða hann hafi verið konungur í stærsta heimsveld á þess tíma. O de que era rey en el reino más grande en ese tiempo. En svo gerðist það Pero luego un día að það voru fornleifafræðingar. habían unos arqueólogos. Vitið hvað fornleifafræðingar eru? ¿Saben qué es eso? Eru þeir að grafa í moldinni Ellos hacen hoyo en la tierra og finna eitthvað gamalt. y encuentran cosas muy antiguas. Alveg rétt. Þeir fóru og skoðu og fundu gömlu borgina. Fueron a buscar y encontraron la ciudad. Og vitið þið hvað? ¿Y saben qué? Þegar Nebukadnesar lét byggja borgina, Cuando Nabucodonosor había construido la ciudad, þá var hann byggð úr svona múrsteinum. estaba construida con ladrillos de ese tipo. Og sjáu þetta hérna. ¿Sí ven esto? Þetta var á hverjum einasta múrstein. Esto Næstu því. lo habían sellado en cada ladrillo. Biblían segir okkur nefnilega að Nebukadnesar hann var svolítið stoltur af sjálfum sér. Es que la Biblia dice que Nabucodonosor era muy orgulloso de sí mismo. Og hér er texti Y aquí hay texto á hverjum einasta múrstein. en todos los ladrillos de la ciudad Sem segir nafnið hans Nebukadnesar, donde dice el nombre de Nabucodonosor, titillinn hans, konungur, su título, rey, og hann hafi verið konungurinn í Babylon. y que él era, y cuál era su territorio de reino, que él era rey de Babilonia. Svo hvað erum við margar sannanir fyrir því að Nebukadnesar hafi verið til? Entonces, ¿cuántas pruebas hay en el mundo que nos dicen que Nabucodonosor sí existía? Margar, því að það voru rosalega margir múrsteinar. Muchas pruebas porque habían muchos ladrillos. Og af hverju lét Nebukadnesar setja svona merki á hvern múrstein? ¿Y por qué será que Nabucodonosor selló cada ladrillo? Þetta er svona eins konar innsigli. Es como un sello. Hann var að segja þeim að þetta var byggt og ég baði að láta byggja þetta. Él estaba diciendo, esto fue construido porque yo hice que se construyera. Svona. Og ekki nómið að þið fundu bara þessa múrsteina sem var allir merktir á Nebukadnesar. Y no solamente encontraron los ladrillos que estaban sellados con su nombre, Þá fundu þeir heilu frásögunar á mismunandi svona steinpalettum y encontraron también piedras así donde hay relatos completos. hvernig hann lét byggja borgina. ¿Cómo es que él construyó la ciudad? Og núna þá er enginn að spyrja hvort að Nebukadnesar hafi verið til. Y hoy en día nadie está preguntando si existía Nabucodonosor. Við vorum o búin að no. lesa það í Biblíunni og við vissum að það væri satt. Nosotros leímos esto en la Biblia y nosotros sí sabíamos que era verdad. En núna er fullt af söfnum út allan heim, Pero ahora hay museos por todo el mundo. listaverk eins og þessi hérna. Esos son como arte Þetta eru úr hliðinu í Babylonborginni. que viene de la portada de la puerta de la ciudad Og það er út allt til að minna fólk á það að Nebukadnesar var til. y está por todos lados para acordarnos de que Nabucodonosor sí existía.
Vitið þið hvað ég held á? Hvernig getur verið við sem þetta sé Lego? ¿Qué es eso? Lego, ¿cómo saben? A ver. Ah, porque hay una merki hay una hér, señal en el Lego. það er merki á hverju einasta svona. Hay un logo Lego. o sello en cada uno de los cubos. Lego, 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 Lego. Þetta er Lego. Ahí está diciendo Lego, 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 Lego. Þetta er svona svolítið eins og múrsteiðan hans Nebúkadnesar. Esto es como el ladrillo de Nabucodonosor. Vitið þið það að Guð, hann skapaði heiminn Dios creó al mundo og hvert einasta laufblað y cada hoja er með nafnið hans á líka. tiene su nombre también. Og nafnið hans það er kærleikur. Y su nombre es amor. Þannig að þegar allir voru að skoða borgina, Babylonborgina, Así que todos cuando estaban viendo la ciudad, það var alltaf verið að minna það á að Nebúkadnesar hefði látið byggja hana. siempre estaban acordados de que Nabucodonosor la construyó. Þegar við leikum okkur með Lego eða Duplo, Cuando jugamos con Lego, þá erum við með merkingu til að sjá það. Og þetta er Lego og þetta er Duplo og hitt er Playmo. tenemos aquí sello que dice que es de Lego. En þegar við erum að skoða náttúruna Pero cuando estamos mirando la naturaleza og við sjáum hvað hún er falleg y miramos qué tan bella es, og við sjáum litlu dýrin og stóru dýrin, vemos los animalitos y los animales grandes, þá getum við líka haft það í huga að Guð, nafnið hans er á hverju einu og einasta. podemos acordarnos que el nombre de Dios está en cada uno de ellos. Og hann skapaði heiminn og hann er kærleikur. Él creó al mundo y Él es amor. Þetta var bara það sem ég langaði til að segja ykkur krakkar frá Es lo que les quería contar, niños, týndu borgina de la ciudad og perdida gleymda konungin y el rey perdido, og hvernig Guð merkir líka allt. y como Dios también pone su sello en todo. Eigum við að spenna greipar og biðja saman? Vamos a orar. Kæri Guð, Querido Dios, ég bið þig að blessa alla krakkana hér. te pido que bendigas a todos los niños aquí, Að þú verið með okkur que tú estés con nosotros, og þú minni okkur á það líka þegar það rignir que nos recuerdes que también cuando llueve, að þú skapaðir þennan heiminn og jörð tú creaste el cielo y la tierra og við getum séð kærleik þinn út allt. y podemos ver tu amor por todos lados. Biðum að passa upp á okkur og mamma og pappa og alla hérna. Te pido que nos cuides y también a nuestros papás y a todos los demás. Í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Takk krakkar fyrir að hlusta. Og þá tekur bara Kitti við og er með ræðu. Perfecto. Þetta er frá mér. Já. Þú bara... Gleðilegan hvíldardag alls saman. Feliz sábado a todos. Heyrist allt í lagi okkur? Si nos escuchan, Spurning má slökkva aðeins á mikrofónum hennar Vigdísar, ég ætla að prófa að laga aðeins. Ég ætla að segja eitthvað sambandsleysi, sko. Svona. ok. Prófum hvort þetta gangi. Þannig er eitthvað að stríða okkur mikrofónin. En eru þið ekki öll alveg örugglega vakandi? Todos están despiertos. Það er gaman að sjá okkur öll til samankomin Nos da mucho gusto ver a todos ustedes. og mér langar líka til að heilsa þeim sem eru með okkur í gegnum netið. También queremos darles saludos a todos los que nos están viendo a través del internet. Og mér langar til að tala til ykkar í dag Quiero hablarles el día de hoy og til mín y también a mí mismo hvíldardaginn. sobre el sábado. Við segjum gleðilegan hvíldardag. Decimos feliz sábado. En hvað táknar hvíldardagurinn fyrir þér? Pero ¿qué significa el sábado para ti? Hvað segir Biblían okkur hvíldardaginn? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre el sábado?
Við erum komin hérna saman á samkomu kirkju 7. adventista í Hafnarfirði, hérna í Loftsalnum í dag. Hemos llegado aquí todos juntos en la iglesia de los adventistas el séptimo día, el sábado. Og 7. adventistar, þeir hefja hvíldardaginn saman við sólalag. Y los adventistas el séptimo día empiezan el sábado en el atardecer del viernes. Já, sóladegi á föstudegi og koma síðan saman í guðþjónustu á laugardagsmorgni. Y luego se juntan para un servicio para Dios los sábados en la mañana. Og þetta gera 7. adventistar á Íslandi á nokkrum stöðum. Eso es lo que hacen los adventistas en Islandia, en varios lugares. En ekki bara á Íslandi, þetta líka víðsvegar heiminn. Pero no solo en Islandia, sino por todos lados en el mundo. Með við tölur frá árslokum 2021 Si vemos los números del 2021, tilheyra yfir 22 miljón manns aðventkirkjunni á heimsvísu. le pertenecen 22 millones de personas en el mundo a la iglesia de los adventistas. Og aðventkirkjan starfar í 212 löndum eða svæðum. Y la iglesia está trabajando en 220, ¿cuál es el 212 212 países en el mundo. af þeim 235 sem að lönd og svæði sem að Sameinuðu þjóðirnar viðurkenna. De los países que son 230 reconocidos por las Naciones Unidas. Og kirkja 7. adventista rekur 9600 skóla. Y la iglesia hace funcionar, ¿cuántas marcas escuelas? 9600. 9.600 escuelas Og hundruðir heilbrigðisstofnana allan heim. y cientos de institutos de salud por todo el mundo. Þannig að hvert sem að fer heiminn, Así que a donde vaya uno por el mundo, þá ættu að geta séð þetta aðventmerki. deberían de poder ver este logo de la iglesia. Kannski er kirkja með merki í næstu götu, Tal vez hay una iglesia en la calle de ustedes eða skóli í næsta bæ, o una escuela en el próximo pueblo spítal einhvers staðar í nærliggjandi. o algún hospital cerca. En hvað er svona merkilegt, af hverju eru aðventistar með hvíldardaginn sem hluta af nafn kirkjunar? Pero ¿por qué será que la iglesia adventista tiene el nombre del sábado en su nombre o en su título? Og hvað er það sem kirkja 7. adventista kennir hvíldardaginn? ¿Y qué es lo que enseña la iglesia del séptimo día sobre el sábado? Það er mikið fjallað hvíldardaginn í Biblíunni Se habla mucho del sábado en la Biblia og það eru mjög margir fletir sem hvíldardaginn snertir á. y el sábado toca muchos temas. En ég ætla að gera heiðarlega tilraun til þess Pero voy a hacer un intento að gera stuttlega grein fyrir því hvers vegna og hvernig kirkja 7. adventista trúir á hvíldardaginn. de explicar por qué y cómo la iglesia cree en guardar el sábado santo. Og vonandi hvernig hann getur verið enn meiri blessun fyrir þig Y ojalá puede ser una bendición para ti í þínu andlega og þínu líkamlega lífi. en tu vida espiritual y también tu vida física. Við skulum samt byrja á því að biðja áður en við opnum ritninguna. Vamos a empezar con una oración antes de abrir la Biblia. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo, komum fram fyrir þig, vamos ante ti auðmjúk og þakklátt con humildad y gratitud. og við biðjum þig að fyrirgefa okkur og vera með okkur. Te pido que nos perdones y que estés con nosotros Þú meir útdeila þínum heilaga anda yfir okkur y que nos puedas dar tu Espíritu Santo þegar við rannsökum þitt orð á þínum hvíldardegi. cuando estamos estudiando tu palabra en tu día. Að þú meir leiða hvert hjarta sannleika þinn. Que guíes a cada corazón sobre tus verdades. Í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Kirkja 7. adventista er með 28 kennisetningar og hvíldardagurinn er númer 20. La iglesia tiene creencias fundamentales que son 28 y lo del sábado es número 20. Kennisetningar adventistar eru ekki beint ritaðar í stein, Las enseñanzas no están escritas en piedra, en þetta er eitthvað sem við komum okkur saman pero todos estamos de acuerdo con esto og setjum það á blað hvað við trúum viðkomandi atriði. y lo apuntamos en un papel para comunicar qué es lo que creemos. Fyrst er þetta sett í svona stutta málsgrein
Primero está puesto en una oración corta en svo það útskýrt í lengra máli. y luego se explica con más palabras. Og þannig getur maður fengið góða og heildstæða yfirsýn það hvað ritningin segir viðkomandi viðfangsefni. Y así podemos entender qué es lo que dice la Biblia sobre el tema. En hvenær kemur hvíldardagurinn fyrst fyrir í Biblíunni? Pero cuando surge primeramente el sábado en la Biblia, Það ekki í sköpunarsögunni? no es en el relato de la creación. Eigum við að flétta í fyrstu Mósebók? Vamos a Génesis, Í fyrstu Mósebók og öðrum kafla. segundo capítulo, Þar stendur í 1. til 3. versi: y ahí dice en los primeros 3 versículos: Þannig algjörðist himinin og jörð og öll þeirra prýði. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Guð lauk á hinum 7. degi verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu hann hafði gjört. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann, því á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mér langar til að benda á þrennt af því sem að Guð að gera í þessu versi. Quiero mencionar 3 cosas que Dios está haciendo aquí en estos versículos. Í fyrsta lagi þá hvíldist hann á hvíldardegi. Número 1, Dios descansó el sábado. Ég held að Guð hafi ekki hvílst af því að hann var á þreyttur, No creo que Dios haya descansado porque estaba demasiado cansado, heldur að því að það var fordæmi fyrir okkur að hvílast. porque era un ejemplo para nosotros para descansar. En Guð hvíldist ekki bara. Pero no solamente descansó Dios. Í 3. versi þá lesum við að Guð blessaði hinn 7. dag. En el versículo 3 dice que Dios bendijo el sábado Og, 3. lagi, hann helgaði hann. y también lo santificó. Þannig að Guð hvíldist á hvíldardegi, Entonces Dios descansó en sábado, hann blessaði hvíldardaginn lo bendijo og hann helgaði hvíldardaginn. y lo santificó. Hann sýndi okkur fordæmi Dio un ejemplo að hvílast. a descansar Hann gefur okkur sérstakar blessanir ef við höldum hvíldardaginn y nos da ciertas bendiciones si guardamos el sábado og hann helgaði hvíldardaginn, hann tók hann frá. y lo santificó, lo apartó para una función especial. Við erum bara strax á góðu róli. Entonces ya estamos haciendo muy bien las cosas. Við sköpunina að þá sjáum við strax þetta. Al principio de la creación vemos esto primeramente. Og það sem svo merkilegt við hvíldardaginn Y lo que es bueno del sábado að það er persónleg nærvera Guðs es el acercamiento personal de Dios sem blessar og helgar hvíldardaginn. que bendice y santifica el día. Ég lofaði ykkur að fara yfir þetta svolítið heilstætt, þannig að ég verð að fara í næsta punkt. Við förum við Sínaí fjallið. Ahora, para hacerlo como algo total, vamos a ir al monte de Sinaí. Þegar að Ísraelsþjóðin fekk lögmál Guðs afhent, boðorðin 10, Cuando los israelitas recibieron los 10 mandamientos, þá er eitt boðorðið sem fjallar hvíldardaginn, er það ekki satt? hay un mandamiento que habla del sábado. Hvaða boðorðið það? Si saben cuál es el mandamiento que habla del sábado, 4, það er alveg rétt. já, fjórða, Númer 4. el cuarto. Og það getum við fundið, ef við fléttum í 2. Mósebók, Si vamos a Éxodos, 20. kafla, el capítulo 20, vers 8 til og með 11. versículo 8 a 11. Og ég les úr 8. versi. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Acuérdate del día de reposo. 6 daga skaltu erfiða og vinna allt þitt verk. Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En 7. dagurinn er hvíldadagur helgaður drottni Guði þínum.
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Þú skalt ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér innan borgarhlíðar þinna. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Því að á 6 dögum gjörði Drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. og hvíldist 7. daginn. Y reposó el séptimo día. Fyrir því blessaði Drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Í lögmáli Guðs, En la ley de Dios, í boðorðunum 10, en los 10 mandamientos, þá eitt boðorður sem sker sig aðeins frá. hay un mandamiento que es aparte. Það ekki þú skalt. No dice no harás, Að vísu já, en allavega þetta sem nefnt minnstu þess. es el mandamiento que dice acuérdate, Minnstu þess. acuérdate. En það líka sérstakt Pero es muy especial út af því að við sjáum heiminn porque nosotros vemos el mundo virða margt af því sem kemur fram í boðorðunum, que respeta a muchas cosas que vemos en los 10 mandamientos. þú skalt ekki morð fremja, No matarás, þú skalt ekki stela. no robarás. En hér komið beiðni að halda hvíldadaginn. Pero aquí hay una petición de que guarden el sábado. Við vitum hvernig árið reiknað út. Nosotros sabemos cómo se calcula el año. Árið, það El año út af því að hversu lengi jörðin að fara kringum sólina. se calcula como la tierra, qué tan lento o rápido la tierra va alrededor del sol. Mánuðinur okkar, Los meses þeir eru út af því hvernig tunglgangurinn se calcula cómo va la luna. Dagurinn, hvernig jörðin snýst. El día, el tiempo en cómo se da la vuelta a la tierra de sí misma. En hvaðan kemur vikan? Pero ¿de dónde viene la semana de 7 días? Hún kemur frá sköpunarsögunni. Esto viene de la historia de la creación. Hún kemur frá því hvernig Guð stillir upp þessum tíma. Viene de Dios y como Él tomó la decisión de este tiempo. Þessi minnisvarði sköpunarinnar Es un recordatorio de la creación sem kemur á 7 daga fresti. que viene cada 7 días. Og boðorðið það stendur minnstu þess. Y el mandamiento dice, acuérdate, Minnstu þess. acuérdate. En hvað kemur líka fram í 4. boðorðinu? Pero luego que viene en el 4.º mandamiento, Það kemur nafn Drottins. viene también el nombre del Señor, Titill hans su título og valdsvið hans. y cuál es su territorio de poder. Því að má eiginlega segja að 4. boðorðið Porque se puede decir que el 4.º mandamiento sé eins og stimpillinn hans Nebúkadnesar á múrsteininn. es como el sello del rey Nabucodonosor sobre el ladrillo. Því að 4. boðorðið segir okkur hver það sem hefur vald til að setja slík boðorð. Porque el 4.º mandamiento nos dice quién tiene el poder de poner estos mandamientos. Það Drottinn Guð sem hefur valdið þess. Es Jehová Dios. Hvers vegna? Því hann gjörði himininn og jörðina ¿Por qué? Porque hizo la tierra y el cielo og hann ræður þar ríkjum. y Él es el que gobierna, es el gobierno de ahí. Hann skapari okkar Él es nuestro creador og hann tók þennan dag frá fyrir okkur. y apartó ese día para nosotros. En við skulum halda áfram. Vamos a seguir adelante. Hvernig var þetta á tímum Krists? ¿Cómo estuvo en los días de Cristo?
Hvaða fordæmi skilur Kristur eftir fyrir okkur? ¿Cuál es el ejemplo de Cristo para nosotros? Munið þið eftir því. ¿Se acuerdan? Hvar var Kristur á hvíldardögum? ¿Dónde estaba Cristo en los sábados? Hann var í samkvæmduhúsinu. Él fue a la sinagoga. Hann var að sinna starfi föður síns Él estaba trabajando para su padre. og við lesum í Markúsarguðspjalli. Si vamos a Marcos 2, Þið flettið með mér í Markús 2. kafla. Markús 2. kafli. Marcos 2, Og þar Kristur, hann var að lækna á hvíldardegi. ahí Cristo estaba curando en sábado. Og í 20. versi, Y en el versículo 20, já fyrir 28. versi fyrirgefðu, en el versículo 28, perdón, þá segir Kristur ahí dice Cristo að mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. que el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Þannig að Kristur segir sjálfur Entonces Cristo mismo dice að hann herra hvíldardagsins. que Él es el Señor del sábado. En hver líka meira viðeigandi til að vera herra hvíldardagsins? Hvern væri það meira viðeigandi að væri? Hver passar betur í þetta ¿No es hlutverk? lo más apropiado que el Señor Jesucristo sea el Señor del sábado? Kristur skaparinn Cristo es el Creador og frelsarinn. y nuestro Redentor. Og því hafði hvíldardagurinn alveg sérstaka merkingu fyrir Y hann. por eso el sábado era muy especial para Él. Við sjáum það á tímum Krists að hann var ekki sáttu við það, þá var búið að bæta við fullt af auka reglum. No le gustó en su tiempo que había puesto muchas reglas adicionales Reglur sem voru ekki í Biblíunni. que no estaban en la Biblia. Og þetta var farið að vera ryðgaður dagur. Y había empezado a ser un día pesado. Og hann barðist á móti því. Y luchó contra eso. Og við lesum í 27. versi, Podemos leer en el versículo 27. og það hann að svara því farisæðinir voru skamman fyrir að vera lækna á hvíldardegi. Ahí los fariseos estaban regañándolo por haber curado en sábado y él contesta. Og Kristur sagði það má alveg gera góðverk á hvíldardegi. Él dijo, se puede hacer buenas obras en sábado. Og hann segir við þá, Él dice, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Þannig að hvíldardagurinn til Así que el sábado existe, fyrir hvern? ¿para quién? Fyrir okkur. Para nosotros, Ok. Fyrir mannin. para el hombre. Guð skapaði himinn og jörð Dios creó el cielo y la tierra og hann tók 7. daginn y frá apartó el séptimo día fyrir okkur para nosotros, til að minnast hans. para que nos acordemos siempre de Él. Og hver herra hvíldardagsins? ¿Quién es el Señor del sábado? Það Kristur sjálfur. Cristo mismo. Við sjáum það líka í ritningunni og við höfum kannski tíma til að fara það, en lærisveinar hans, þeir virtu líka hvíldardaginn. Sus discípulos también guardaron el sábado, Líka löngu eftir að hann reis upp frá dauðum. mucho después de que Jesús había resucitado. Og nú geta einhver spurt, en hvað með það, hvernig verður þetta á himnum? Ahora alguien podría preguntar, ¿cómo va a estar en el cielo? Förum í Jesaja. Vamos a Isaías Förum í Jesaja 60. og 7. kafla. 66. Jesaja 66. Jesaja 66, vers 22 til og með 23. Isaías 66, 22 al 23. Og þar stendur, já, eins og hinn nýji himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðugt fram fyrir mínu augliti, segir Drottinn, eins munu afsprengi yður og nafnið að standa stöðugt. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor,
Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Og á mánuði hverjum, tunglkomudaginn, og á viku hverri. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva Og á viku hverju hvíldardaginn skal allt hold koma til þess að falla frammi fyrir mér, segir drottin. y de día de reposo en día de reposo todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Þannig að jafnvel á himnum Hasta en el cielo verður hvíldardagur. va a haber sábado. Og hvað mun gerast þá? ¿Y qué va a suceder entonces? Skal allt hold koma frammi fyrir til þess að falla fram fyrir mér. Todos se postrarán delante de mí, dice el Señor. Þannig á himnum munu allir íbúar himinsins koma á hverjum hvíldardegi til að tilbiðja Guð saman. Entonces todos los habitantes del cielo van a juntarse en un día para postrarse ante Jesús, Eso ante el Señor. Eins og hér stendur í hverri viku. Aquí dice cada sábado, Á hvíldardaginn. cada semana en sábado. Hver er þá merking, hver er þá þýðing hvíldardagsins? ¿Cuál es el significado entonces del sábado? Við nefndum það áðan, Lo mencionamos hace rato, að hann er ævarandi minnisvarði sköpunar. que es un recordatorio eterno de la creación. Minning þess að Guð skapaði himinn og jörð. Es un recordatorio de que Dios creó al mundo. Það er ekki nóg að standa á hverju laufblaði. No es suficiente que lo diga cada hoja, Við þurfum líka að minna okkur á það í hverju einstu viku. también tenemos que acordarnos de esto cada semana. Við sjáum það í seinna skipti þegar boðorðin eru sett fram að þá vísar líka boðorðið í endurlausn. Y la segunda vez que hablan de los mandamientos, también hablan de la redención. Eða að fá frelsi frá Egyptalandi. Recibir libertad de Egipto. Þannig að hvíldardagurinn er ekki bara tákmynd sköpunina, hann er líka tákn endurlausnarinnar. Entonces no solamente nos recuerda de la creación, sino también de la redención. Hann er líka tákn helgunar. También es un símbolo de la santificación, Því að Guð helgaði daginn, hann tók hann frá. porque Dios santificó el día y lo apartó. Hann tók hann frá fyrir þennan tilgang, hann helgaði hann. O lo apartó para eso, lo santificó. En hvíldardagurinn er líka tákn tryggðar. Pero el sábado también es un símbolo de lealtad. Ísraelsmenn voru beðnir að halda hvíldardaginn. Los israelitas les pidieron que guardaran el sábado. Og þegar Nehemía sneri tilbaka og var að byggja upp í Jerúsalem aftur og Ísrael, Cuando Nehemías regresó de Babilonia a Israel para construir otra vez la ciudad, þá skammaði hann landsmenn sína fyrir að vera að vinna og byggja á hvíldardegi. regañó a sus paisanos por estar trabajando y construyendo en sábado. Þeir áttu að virða hvíldardaginn og sína tryggð við Guð. Tenían que respetar el sábado y mostrar lealtad a Dios. En hvíldardagurinn er líka tími fyrir samveru. Pero el sábado también es tiempo de estar en conjunto. Við komum saman og við lesum og við fræðumst biblíuna Nos juntamos, estudiamos la Biblia juntos og við tilbiðum Guð. y adoramos a Dios. Og við verjum tíma með hvort öðru og fjölskyldu okkar. Estamos juntos con nuestros hermanos y amigos y familia. Og þegar ég byrst afsökunar ég að fara svolítið hratt yfir, Lo siento, tal vez estoy yendo muy rápido sobre el tema, en hvíldardagurinn og hlýðni við hann pero el sábado y guardarlo a él getur líka verið ummerki réttlætingu fyrir náð. también puede simbolizar la justificación por la gracia. Við frelsumst ekki að því við höldum hvíldardaginn. Nosotros no nos salvamos por guardar el sábado santo. Við frelsumst fyrir náð Nosotros recibimos la gracia y así la redención. en þegar við höfum tekið á móti náð hans Pero cuando hemos recibido su gracia og hann býður okkur að taka þennan dag frá y nos ofrece a tomar ese día aparte okkur til blessunar, para nuestra bendición, þá getur það verið ummerki það að við höfum meðtekið náð hans. esto puede ser una señal de que hemos recibido su gracia.
og við viljum sýna honum tryggð okkar og að helga þennan dag. y queremos mostrarle lealtad. En það getur líka verið merki það að maður hreinlega hvíli í Kristi. Pero también puede significar que uno está descansando en Cristo. Af hverju segi ég það? ¿Y por qué digo eso? Muniði þegar að Ísraelsmenn voru í eyðimörkinni ¿Se acuerdan cuando los israelitas estaban en el desierto og þeir fengu manna af himnum? y recibieron el pan que cayó del cielo, maná? Muniði hvað þeim var sagt? ¿Se acuerdan qué es lo que decían? Safni bara fyrir hvern og einn dag. Solo recojan para un día a la vez. En á föstudögum Pero los viernes safni fyrir 2 daga. recojan para 2 días. Ef þau söfnuðu eitthvað meira heldur en bara fyrir 1 dag, Si recogían para más que un día, þá eyðilagðist það. se echó a perder. Ónýtt. Ya no se podía comer. En á föstudegi, Pero los viernes, ef þau tóku tvöfalt eins og þeim var sagt frá, si recogían doble, como les habían dicho, þá skemmtist það ekki. no se echó a perder. Stundum það nefnilega þannig að það merki þess að maður hvíli í Kristi, að maður treysti Kristi. Eso puede significar que nosotros podemos descansar en Cristo y confiar en Cristo que provee para todo. Að við vitum það að Guð mun sjá fyrir okkur. Sabiendo que Dios va a proveer por nosotros. Jafnvel þótt við leggjum niður vinnu á hvíldardögum. Y hasta aunque dejemos de trabajar los sábados. Jafnvel þótt að það sé gert krafa til þess að maður vegi að vinna á hvíldardegi eða taka próf á hvíldardegi eða hvað það er. Aunque alguien nos exija trabajar el sábado o que tengamos que tomar un examen el sábado, Ég treysti því að ef ég tek þennan dag frá fyrir Guð, confío en Dios que si yo aparto ese día para Dios, þá fylgir því blessun va a seguir bendición og hann verði með mér. y Él va a estar conmigo. Ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því hvað það þýðir að ég sé ekki við vinnu eða að gera eitthvað annað þann daginn. No tengo que preocuparme de que yo tenga que estar en algún otro lado trabajando este día. En hvað þýðir það að halda hvíldardaginn heila? Pero ¿qué significa eso? Guardar el sábado santo. Förum aftur aðeins í aðra Mósebók Vamos otra vez al Éxodos, og 20. kaflan. el capítulo 20 otra vez. Því að muniði, versið að minna okkur á að halda hvíldardaginn heilan. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilan. Acuerden de que ese versículo nos está acordando de guardar el sábado santo. Aquí dice, acuérdate del día de reposo. Og í 10. versinu þá stendur að við eigum að helga drottni Guði daginn. Aquí en el versículo 10 dice que debemos santificar el día para el Señor. Þá skalt þú ekkert verk vinna. No harás en él obra alguna. Og Biblían hún reynir að hjálpa okkur aðeins meira Y la Biblia nos ayuda un poquito más. og segir, og ekki sonu þinn, Ni tu hijo, ekki dóttur þín, ni tu hija, ekki þrællin eða þjónnið þinn, ni tu siervo, ni tu sierva, hvort sem hann kallið eða kvenkins, ya que sea hombre o mujer, ekki skepnuna þínar, ni tu ganado, ekki útlendingur ni el extranjero sem getur verið innan borgarhliðina. Þá á enginn að vinna. que está contigo. Nadie debe trabajar. Það er ekki bara þeir sem eru útvaldir. No solamente que son especiales en los ojos o Þáttu- apartados para Dios. Þessi hvíld var fyrir alla. Ese descanso fue para todos. Nú er kerfið að prófa hvort það sé ekki allir vakandi. Simplemente estamos checando si todos están despiertos. Þessi dagur er ekki til þess að vinna. Ese día no es para trabajar. Og við sjáum það líka í Nehemía sem ég nefndi áðan, También vemos aquí en Nehemías, que mencioné hace rato, í 13. kaflanum og 15. til 20. vers sem þið getið kíkt á. Við flettum ekki þar núna. en el capítulo 13, 15 al 22, ahorita no lo vamos a ver, Að það var ekki hugsunin að menn væri að sinna sínum daglegu störfum á hvíldardegi.
pues no era la idea de que la gente estuviera trabajando de su trabajo normal en ese día. Eins og þegar Ísraelsmenn voru í eyðimörkinni að þá áttu þeir að taka mat fyrir 2 daga á föstudegi. Así como los israelitas recogían doble los viernes, lo mismo tenían que hacer en ese tiempo. Og þannig Biblían að hvetja okkur til þess Y así la Biblia nos está diciendo að undirbúa okkur fyrir hvíldardaginn. que deberíamos prepararnos antes del sábado. Ekki eyða öllum hvíldardeginum í að elda eða gera eitthvað annað. No gastes el sábado en estar cocinando o haciendo otras cosas. Njótum dagsins. Vamos a disfrutar el día. Tökum á móti blessun hans. Vamos a recibir sus bendiciones. Eyðum deginum í að hugsa Guð, Vamos a usar el día para pensar en Dios, kærleika hans, su amor, fyrirgefninguna su perdón og allt það fagra sem hann hefur veitt okkur. y todo lo bello que nos ha dado. Því að það svo hætt við það að við förum yfir í hitt, Porque hay riesgo de que vayamos por el otro lado, að við förum og gerum eins og Ísraelsmenn forna que hagamos como los israelitas hicieron og setjum alls konar reglur. y pongamos miles de reglas. Hvað má og hvað má ekki gera? ¿Qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Eitthvað sem má ekki gera á hvíldardegi? ¿Hay algo que no se puede hacer en sábado? Þú skalt ekkert verk vinna, segir í Biblíunni. La Biblia dice no trabajes. Hún alveg nokkuð skýr. Eso es muy claro. En við getum búið til alls konar reglur í kringum og gert það mjög flókið. Pero podemos poner un montón de reglas y hacerlo muy complicado. En ég ætla bara að skilja þá hugsun eftir hjá ykkur Pero voy a dejar ese pensamiento con ustedes. að við eigum ekki að vera þrælar lögmálsins, No debemos ser los esclavos de la ley, en pero það að velja að fylgja lögum Guðs, eso de escoger a obedecer a la ley de Dios, það eðlilegt viðbragð þess að vera frelsaður. esa es una reacción normal por ser salvo. Það eðlilegt viðbragð þess að treysta Guð. Es una reacción normal confiar en Dios. Og eins og með allt annað, Y como cualquier otra cosa, að þá það líka eitthvað sem það þarf að venja sig á. es algo que se tiene que uno acostumbrarse a hacer. Sum ykkar hafa alist upp á aðvent heimilum og haldið hvíldardaginn allt frá því að þið voru unga börn. Algunos de ustedes nacieron en familia adventista y han guardado el sábado toda su vida. Aðrir kannski bara að heyra hvíldardaginn fyrst núna fyrir stuttu. Otros están oyendo de esto desde hace poco. Ég held við getum tekið ákveðna meginreglu sem við nýtast okkur í því þegar við hugsum hvað gott að gera á hvíldardegi og hvað ekki gott að gera á hvíldardegi. Podemos tomar un principio de eso, de qué es lo que es bueno hacer en sábado y qué no. Að við ættum að verja tíma okkar á hvíldardegi Deberíamos usar nuestro tiempo en el sábado í allt það sem dregur mann nærri Guð, en todo lo que nos atrae más a Dios en ekki það sem dregur okkur fjarri Guð. y no a las cosas que nos alejan de Dios. Þetta flókin regla? Es muy complicada esa regla. Nei? Já? Sí, Ekki alveg viss. ¿no? ¿Están seguros? Lesum í Jesaja 58 að lokum. Vamos para terminar a Isaías 58. Þetta versið sem hún las fyrir okkur, versið sem hún las fyrir okkur, hún Kristín Lára áðan. Ese es el versículo que leyó Kristín Laura hace rato. Og þessi meginregla sem ég var að stinga upp, hún kemur í raun og veru eiginlega héðan. Y ese principio viene realmente de estos versículos. Ef þú varast á vanhelga hvíldardaginn, varast það gegnum störfum þínum á helgum degi mínum. Si por causa del día del reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, y llamas al día de reposo delicia, hinn helgadag drottins heiðursdag, al día santo del Señor honorable, og virðir hann svo, y lo honras, að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, no siguiendo tus caminos, annars ekki störfin þín, ni buscando tu placer, og talar ekki hégóma orð. ni hablando de tus propios asuntos. Þá mun þú gleðjast yfir drottni, og þá mun ég láta þig bruna fram á hæðum landsins
og láta þig njóta arfleðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Guð helgaði hvíldardaginn, Dios santificó el sábado, einn dag. un día. Við höfum 6 daga til að vinna okkar verk. Tenemos 6 días para trabajar nuestra obra. Hann hvíldist sem fordæmi fyrir okkur Descansó para dar un ejemplo para nosotros. og einhvern tímann seinna þá getum við talað betur um það. Það er til eitthvað sem heitir óvirk hvíld og eitthvað sem heitir virk hvíld. Y después podemos platicar de eso. Hay algo que se llama un descanso neutral y otro un descanso activo. Og það er ekkert endilega að hvílast að bara leggast upp í sófa eða upp í rúm. Y no necesariamente es un descanso simplemente acostarse en la cama. Það eru ótrúlega mikið hvíld í því að fara út í náttúruna og ganga. Puede ser un descanso ir a caminar en la naturaleza. Og þannig er ekki, hvíldin þarf ekki alltaf að vera bara óvirk. Y así el descanso no necesita ser inactivo. En á þessum degi, Pero en este día, sem á að vera feginsdagur, que es un día de gozo, þá er ég ekki að framkoma mínar fyrirætlanir no estoy haciendo mis planes, og ég er ekki að framkoma mín störf. no estoy haciendo mi obra. Og eins og á enskunni segir, þá er ég ekki að tala mín orð. Y como en el inglés dice, no estoy hablando mis propias palabras. Á íslensku stendur hégóma orð. Aquí en islandés dice palabras de vanidad. Ég er ekki að tala um það sem skiptir máli, ég er að tala og hugsa og hugleiða Guð. Estoy hablando y pensando y meditando sobre Dios. Ég er að verja tíma með Guði Estoy usando mi tiempo con Dios á þeim degi sem hann hefur blessað og helgað. en el día en que Él ha bendecido y ha santificado. Ég sagði í upphafi að ég vonaðist til þess Dije en el principio que yo esperaba að þessi stutta yfirferð que ese corto relato sem að ég bara ætla að lofa ykkur, ég ætla að útvíkka hérna í sumar og fram á haust. voy a hablar un poquito más de este tema más adelante en el verano. Að ég vona að þetta hafi verið blessun fyrir þig, Espero que haya sido una bendición para ti, fyrir þitt andlega líf, para tu vida espiritual, en líka fyrir þitt líkamlega líf. pero también para tu vida física, Því að Kristur er skapari heimins og jarðar porque Cristo es el creador de la tierra y del cielo. og hann veit hvað er gott fyrir okkur andlega Él sabe lo que es bueno para nosotros espiritualmente og líka líkamlega. y también físicamente. Og ég held að hvíldardagurinn, og ég vona þess að hann veri jafnmikil blessun fyrir þig og hann hefur verið fyrir mig. Y espero que el sábado sea de tanta bendición para ti como ha sido para mí. Og við skulum að lokum lúta höfði í bæn. Vamos a terminar con una oración. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo, við þökkum þér fyrir hvíldardaginn þinn. gracias por tu sábado. Við þökkum þér fyrir það að þú hvíldist þennan dag Gracias por haber descansado este día eftir að þú skapaðir himinn og jörð, después de haber creado el cielo y la tierra. að þú settir þitt fordæmi til þess að hvílast á þessum degi. Tú pusiste tu ejemplo para descansar en este día. Að þú blessaðir þennan dag Tú bendiciste este día og þú helgaðir hann. y tú lo santificaste. Kæri himneski Faðir, ég bið þig Querido Señor que estás en el cielo, Ég bið þig að þú megi vera með okkur te pido que estés con nosotros út í gegnum vikuna, a través de la semana, að við megum undirbúa fyrir hvíldardag þinn, que podamos preparar para tu sábado, að við megum vera spennt fyrir því að komast í nærveru þína, que podamos estar muy emocionados de llegar a tu presencia, að við megum njóta dagsins, que podamos disfrutar el día að við megum lofa þig y que podamos adorarte og við megum njóta blessunar hvíldardagsins. y que podamos recibir las bendiciones del sábado. Kæri himneski Faðir, það kann að vera að það sé einhver inni hér Querido Señor, tal vez hay alguien aquí sem að kynnast þínum hvíldardegi. que apenas está conociendo tu sábado. Kæri Faðir, ég bið þig að vera með öllum þeim, Te pido, querido Señor, que estés con todos aquellos, að þú megir
fylla okkur öll og þau sérstaklega þínum heilaga anda. Que tú los puedas llenar de tu Espíritu Santo y a todos nosotros también. Að þú megir hjálpa okkur að tilenga daginn þér. Ayúdanos a dedicar el día a ti. Að þessi dagur sé feginsdagur í lífi okkar. Que este día sea un día de gozo para nosotros. Að við getum njótið hans og dvalið að því sem að dreifur okkur nær þér. Que lo podamos disfrutar y estar en él y que nos traiga más cerca a ti. En að við getum fækkað hlutunum sem að draga okkur fjær þér. Y que haya menos cosas que nos lleva lejos de ti. Að við megum huglega þig og kærleika þinn. Que podamos meditar sobre ti y tu amor. Kæri faðir, ég bið þess að þú verið með okkur enn og aftur. Querido Padre, te pido que estés con nosotros una y otra vez Allt þar til þú kemur. hasta que tú regreses. Í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Já, þetta alveg satt. Hvíldardagurinn á að vera númer 1, 2 og 3. Við skulum syngja sálmi númer 414. Ég hef boðskap að bera út í heiminn að segja öðru frá. Við skulum rísa og sætum á meðan. Það lesa blessunarorðin að þessu sinni úr Júdasarbréfi, 24. og 25. vers. En honum sem vegnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, lítalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist drottin vor, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen.